Takk Gísli, því lík vika. Eftir að perrin á árshátíð Iceland Air kleypi rassinn á Sölku Sól þá sá ég ekki fyrir mér að fréttavikan toppuð. En maður lifandi mér skjátlaðist. Talsmaður United Silicon í Helguvík telur að leita þurfi skýring á arsenikamengun í Reykjanesbæ á fleiri stöðum en frá kísilverinu. Umhverfisstofnun telur hins vegar fullvíst að mengunin sé þaðan. Allt stefnir í að 93 starfsmenn HB Granda á Akranesi missi vinnuna þegar fyrirtækið hættir botnfiskvinnslu í bænum. Þýski bankinn Hauck und Aufhäuser var í reynd aldrei eigandi hlutar í Búnaðarbankanum, heldur var hann leppur fyrir Ólaf Ólafsson og Kaupþing. Peningar til kaupanna komu frá Kaupþingi. Byrjum samt á byrjuninni. Eina leiðin til að koma í veg fyrir að klípa sig í rassi á fólki sem vill ekki láta klípa sig í rassinn að klípa ekki rassinn á því. Gleymd þessu. Árshátíðir eru ekki sögusvið barnabókanna Gæsahúð. En að öðru. Þegar HB Grandi tilkynnti væntanlegar uppsagnir í vikunni nýtti Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, tækifærið til að tala um erfiðan rekstur vegna þess að krónan svo sterk. Útgerðin á í svona haltu mér sambandi við krónuna. Það sama hversu illa árar. Lausnin aldrei að taka upp nýjan gjaldmiðil. Í fréttunum á Stöð 2 sagði Heiðrún að standi til boða að flytja fiskvinnslu úr landi. Hugmynd sem hefði parast fullkomlega með að strjúka ketti. Við erum að sjá núna til að mynda áhugasama aðila í Bretlandi. Þeir eru auðvitað mjög samkeppnishæfir þjónustu núna vegna þess að pundið þar veikt. Það getur verið Austur-Evrópa og það getur verið Asía. Svo ég skilji þetta rétt. Þegar krónan veik þá eru peningar notaðir í að mótmæla veiðigjöldum og borga eigendum milljarða í arð. HB Grandi ætla meira að segja að greiða 1800 milljónir í arði í lok maí á þessu ári. En þegar krónan sterk þá hótað að flytja vinnsluna úr landi. Ég nennti ekki að lesa meira en 1. grein laga um stjórn fiskveiða, en þar kemur fram að markmið laganna sé meðal annars að tryggja trausta atvinnu og byggð í landinu. Nú ég hvorki lögmaður né túlkur, en ég skil lögin þannig að ef það eitthvað vesen, að þá getum við sem eigum fiskinn bara fengið einhvern annan til að veiða hann. Því í 1. grein laganna kemur líka fram að þeir sem eiga kvótann, þeir eiga ekki fiskinn. Bara I'm sorry. En að máli vikunar. Ólafur Ólafsson, ef hann heitir það í alvöru, blekkti stjórnvöld, fjölmiðla og almenning á Íslandi þegar S-hópurinn svokallaði keypti hlut ríkisins í Búnaðarbankanum árið 2003. Það skýr niðurstaða nefndarinnar að Hauck und Aufhäuser var aldrei fjárfestir í Búnaðarbankanum. Þetta kom mörgum á óvart, en það var einn maður sem gat hallað sér aftur í stólnum í kastljósinu og sagt, ég sagði ykkur þetta. Það í rauninni kemur fátt á óvart í þessu annað en gögnin sem var hægt að afla þessu máli. Þrátt fyrir að Ríkisendurskoðun hafi lagt blessun yfir viðskiptin sem við vitum í dag að voru blekkingarleikur frá upphafi til enda, þá voru mörg ár síðan Vilhjálmur Bjarnason fullyrti að það væri útilokað að þýski bankinn Hauck und Aufhäuser væri hluthafi í Búnaðarbankanum. Vili? Það hárrétt. 1 stig fyrir það. Ýmislegt merkilegt hefur komið í ljós eftir að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis var birt. 2 fjölmiðlar, RÚV og Vísir hafa birt nærmyndir Ólaf þar sem gefur fram að Íslendingum mætti skipta í tvennt. Þeir sem Ólafur hefur svikið og þeir sem hann á eftir að svíkja. Af tvennu illu Reykjavíkurborg vonandi í seinni hópnum en fasteignafélag í eigu Ólafs hefur samið við borgina og mun byggja 322 íbúðir á Gelgjutanga. Ólafur sendi líka frá sér yfirlýsingu þar sem gefur meðal annars fram að ríki hafi ekki skaðast í viðskiptunum og stjórnvöld þurfa nú að ákveða leikreglurnar áður en eignir ríkisins séu seldar. Auðvitað Ólafur bara fórnarlamb í þessu máli, alveg eins og í Al-Talib-málinu sem virðist hafa snúist nákvæmlega það sama. En málið flókið og inn í það blandast alls konar fólk. Málið raunar svo flókið að skýringamyndin í fréttablaðinu leit út eins og slönguspili myndi líta út í augum gæja eftir viku á Tenerife. En fáum þetta á hreint. Ólafur Ólafsson sá sem hann segist vera? Hefur Hreiðar Már alltaf verið svona mikill lúði? Hver Bjarki Diego? Og var þetta í alvöru Elton John sem kom fram í afmæli Ólafs eða var þetta Pétur Jóhann í dulargervi?
En eftir allt sem á undan er gengið gott að vita að við höfum lært af mistökunum. Hlutur í Arion banka var reyndar seldur daginn en það voru ekki neinir erlendi bankar eða vogunarsjóðar sem komu nálægt því. Eða var það nokkuð? Fréttablaðið greindi frá því í dag að alþjóðlegir fjárfestar hefðu keypt 29% hlut í Arion banka af eignarhaldsfélaginu Kaupþingi á 48,8 milljarða króna en í fjárfestahópnum bandaríski fjárfestingarbankin Goldman Sachs.